Hvað segirðu eftir þennan leik? Ertu þá stoltur af strákunum? Já, ég neita því ekki. Ég er stoltur að menn skyldu leggja sig alltaf fram og reyna allt sem þeirra aldrei stóð til að vinna leikin. Þannig að það er, sem ég segi, það er öðruvísi að labba út á parkettinu þegar þú veist að þú reyndir þitt besta en tapa enga síður. Það er öðruvísi að nálgast tapið þá fyrir mér. Þannig að ég er gríðarlega stoltur af öllum sem kom aðeins og góð. Þeir reyndu að taka á göngunum í 40 mínútur. Grindavík er bara með besta lið á landinu í dag að ég tel og ég vona svo sannlega að þeir fara allar leið. Fyrst að við erum ekki í aðstöðu til að kontenta þessu. Já, þú vilt þá meina það í fyrirleiknum að þið ekki þá reyndi eitthvað besta, tekið 100% á því? Sko það er fyrsti leikur strákara í úrslitakeppni og maður fann það að það var ákveðin virðing í gangi og menn voru að smekið að taka bara almennilega á Grindavík. Og þeir sem hafa verið í úrslitum vita að þú spilar aðeins öðru sig, spila fastar og það er meira leikt og þetta er bara pínlítið önnur íþrótt. En ég held að það hafi verið svona bara hálfgjörð menningarsjokkur að lenda í klónum á Grindavík í fyrsta leik. En mér fannst að responda mjög vel í dag og byttu vel frá sér og þá nær það bara ekki lengri ef þú tapar, þá er það bara svo. En við förum aðeins svona yfir sögur tímabilsins. Væntanlega sáttur við sumt ekki. Hvað tekur þú svona með þér? Það sem ég tek náttúrulega úr við náum með úrslitakeppni sem var svona takmarkið okkar og það sem maður tekur úr þessu náttúrulega að strákarnir eru ári eldri í reynslu og á næsta ári klálega þá koma þeir sterkar á völlu heldur en upp af þess árs. Það er gríðarlega mikilvægt að hafa reynslu á baki á parkettinu. Það er að vita allir sem að spila leikinn. Það fer skjálftinn úr þér og það er öðruvísi að spila bara. Talandi hérna unga og efnilega leikmenn, þá er þetta að minnast ekki á sonur þinn, hann Elvar. Hann er gríðarlegur, maður sér það hérna í lokin þessum leikjum. Þetta er orðið hálfgerður leiðtogi bara og stjórnar spilið liðsins. Þú getur að vera ánægð með hans tímabil. Já. Hann eins og liðið heitir búinn að spila mjög vel og hann er búinn að spila eiginlega fram á honum. Kannski þegar við lögum upp í tímabili þá vorum við með þrjá leikstjórnendur og kannski leita þannig út að hann er þriðji kostur og náttúrulega verða meðsli í okkar herbúum og hann þarf að stíga inn og stendur sig bara frábærlega. Það verður bara senst við það. Hann er búinn að eiga frábært tímabil og náttúrulega marg gríðarlega ánægður með það framar. Hvernig sérðu þessir ungu strákar hérna, já og hópurinn sem eru með, eru þessi strákar að fara að leggjast í vinnu núna í sumar og koma jafnvel tvíaldur tilbaka? Já, það er bara þannig. Núna eru verið klárið sín verkefni í drengi og unglingum okkur. Þegar það er búið þá er kannski 2 vikur frí og allt sett á fullt aftur. Hefur voru mjög duglegir síðasta sumar og ég á ekkert vonað öðrun heldur að menn keyri ansi grimmt á sumari til að reyna að geta spennt búan bílinn þetta á næsta ári. Þetta gera aðeins betur. Sú vinna sem þeir hafa lagt í þetta er greinilega að skila sér? Já, það er bara þannig. Þetta er í sjálfu sér engin geimvísindi í íþróttum. Þeir sem að leggja á sig ekstra effort og það er að bara taka aukaæfingarnar og gera meira hinn. Þeir verða bara betri. Það er enga tilvíðunar í þessu. Man sé bara alveg munstur, þeir sem gera mest. Það eru þeir sem eru uppskerið hérna. Það er ekkert einhverjum öðrum með þeim að þakka, öðrum með þeim að kenna, þeir sem eru uppskerað sko. Þetta er bara spurning það. Þeir sem leggja vinnun í það, þeir fá bara búta. Þú laður að stað svona í þetta tímabil og horfir á kannski ef við farum veg. Hvernig þú stendur núna svona, ertu þú sáttur, óraðið fyrir þessu? Sástu þú svona staðan yrði þessi? Já, við sjálfsög áttum alveg vona að ná inn í úrslitakeppnina. Við vissum náttúrulega að ákveðnum hlutum þurfti að ganga upp. Við þurftum að vera að hefna útlendinga og náttúrulega strákarnir þurfti að stíga upp. Við lendum náttúrulega samt sem áður í meiðslum kannski sem maður sér ekki fyrir. Við missum Rúnar út, Óla Ragnar út, Hjörtur alveg á löngu tíma frá. Þannig að það er náttúrulega fint hópinn þurfum við hjá okkur. En við vonum bara að það er lánsamlega. Það voru alltaf einhverjir sem voru tilbúin að stíga upp og við unnum vel fyrir þessu úrslitakeppnisæti. Þú minnist á útlendingana, ertu sáttu við þeirra tímabil, þeirra framlag? Sko, heilt yfir er ég náttúrulega nokkuð sáttur. Þeir náttúrulega eru búin að vera alltaf upp og niður. Þeir hafa sýnt hérna leiki sem maður hefur bara klórað sér í haust. Báðir þeir. Það er frábæra leiki og oft við bara búið okkur uppi. Svo hafa þeir dottið niður náttúrulega inn á milli sko. Þannig að þetta er oft búin að vera jökli að heyra. En heilt yfir, ég verði að vera sáttur við það sem við komumst. Að ná 8. sætið og
þeir eru alltaf stóra hátt í því. Það er kannski frekar Travis sem hefur búin að vera svona upp og niður, jójó svolítið í vetur, en þessi maður hefur gríðarlega hæfileika. Já, ég held að þessi spurning bara hugafar í honum, ef Travis ætlar að segja að mæta tilbúin í leiki og leggja sig 100% fram, þá er mjög erfitt að stoppa hann. Og hann hefur sýnt leikinn í vetur sem að það bara verið, og sennilega bara með þeim betur sem að menn hafa spilað á þessu parkett hérna í Njörgu. En svo hefur hann líka sýnt leiki sem að maður klórar sig bara í haustum. Er þetta sami leikmaður stóra 50 stundum daginn? Það er spurning svona stundum eins og nennan sé ekki alveg til staðar hjá hann. Já, það er eitthvað sem hann þarf að vinna í því að þetta er náttúrulega alveg hans öndu hvort hann verður ná mjög langt í þessu. Hann gæti átt frábæra feril og hann gæti orðið, og ferilinn gæti enda bara svona hjá honum ef hann leggir sig gæti að nýta það. Þannig það er eitthvað sem hann þarf náttúrulega að gera upp í sig, en vissulega er hann hæfileika ríkur og ætti að geta náðist langt á því. Það er til hamingju með flott tímabil. Það er þakka fyrir.